Hæ, heyrðu, ég ætla að sýna ykkur rútínuna mína, vanan sem ég búin að koma mér upp fyrir í ágústmánuði. Búin að vera að gera þetta í mestallan ágúst. Að áður en ég fyrir sturtu, þá þarf ég að taka smá hreyfingu. Og ég ger alltaf nákvæmlega sama, svo ég þarf ekkert að hugsa eða velta sig fyrir mér. Ég er búin að fara í gegnum þar sem ég byrjaði með vanan, því við erum að fjalla vana. Ég byrjaði á tannþræði, þannig að ég er farin að nota tannþræði fyrsta skipti reglulega á ævinni. Þannig að þar byrjaði ég bara á, maður á að byrja auðvelt. Þannig ég byrjaði á því að ákveða að ég þyrfti bara að taka á milli 2 tanna, þannig að ég myndi aldrei fallast hendur. Ég verði að sjá tannþráðinn, byrjaði þannig, tók stundum milli 2 tanna, en oft náttúrulega meira. Og svo bara smám saman, hefur þetta orðið að vana. Og ef ég gleymi einhvern tímann, þá verð ég að muna eftir því daginn eftir. En nú ætla ég að sýna ykkur hvað ég geri. Alltaf áður en ég fer í sturtu, ég má ekki fara í sturtu fyrr. En ég tek hopp upp og ég tek hnébæri. Ég tek hverja trappu. Og ég geri þetta 2 svar. Þannig ég fer aftur. Og tek 10 armbögur upp í tröppurnar. Þá reyni ég að halda höndunum nálægt, olnbogunum nálægt. Það er auðvelt að gera það þegar maður fer upp í tröppur. 10 sinnum. Og þá fer ég aftur í hopp. Og ég fyrir 2 sinnum, núna tek ég aðra hverja tröppu. Smá brussugangur. Ég enda á 10 armbegjum niður í gólfinu. Smá hundur í lokin til að teygja. Og þá er ég búinn með rútínuna áður en ég fer í sturtu. Hún þarf alls ekki að vera svona löng. En þetta voru samt örugglega bara 3 mínútur eða eitthvað í mesta lagi.